Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri í sveitarfélaginu Hornafirði. Komdu sæl og blessuð Matthildur. Í ferðaþjónustan, hún skiptir ykkur verulega miklu máli en COVID-19 hefur haft víðtæk áhrif á ferðaþjónustuna alla. Já, hún hefur haft það og við erum kannski ekki alveg farin átt á gráði nákvæmlega hver áhrifin eru en það eru þetta bara slökkt á einu vettvangi þessari atvinnugrein að hafa lokað hótel og síðan mikil afþreyingarþjónusta í kringum ferðamennina, ferðir í íshella og jökul og kajaksiglingar og ýmislegt. Þannig að það er skrýtið að upplifa það að það allt í einu ekki nokkur bíll á ferðinni eða hræða á Jökulsárlóni. Jökulsárlón, þetta einnig fjölsóttasti ferðamannastaður landsins og þar eru bara bílastæðin auð eða hvað? Já, það er ekki nema bara Íslendingar eða Hornfirðingar sem að nota tækifæri núna og fara að njóta einverunar við Jökulsárlónið. Þar hafa verið rúmlega 800.000 ferðamenn á ári. Það eru þar teljarar sem hafa sýnt aukinn fjölda ferðamanna ár hvert. Þannig að þetta er gríðarlega mikil áhrif sem við sjáum bara strax. En framtíðar uppbyggingin, ef við horfum til þá framtíðar þegar þessu ástandi líkur, ertu bjartsýn á að það takist að endurreisa ferðaþjónustuna þá á sem skemmstum tíma? Já, maður verður auðvitað að vera bjartsýnn. Ég held að við erum nú heppin að búa í þannig samfélagi og sveitafélagi hér á Hornafirði að hér eru miklar og fallega náttúruperlur og mikil víðerni. Og ég tel að það eitthvað sem ferðamaður mun horfa til í framtíðinni þegar að fólk treystir sig til þess að fara á ferðalag aftur. Þá munum við alveg ná að rísa upp. Það er bara spurning hver fórnarkostnaðurinn verður. Vonandi verður hann ekki mikill. Þið eru líka með ansi stórt og öflugt sjávarútvegsfyrirtæki. Hvernig er staðan þar í vinnslunni? Já, mér hefur verið sagt að hún sé nokkuð góð. Það hefur verið ágætis sala á fiski en þó kannski ekki alveg öryggi með greiðslubyrði erlendis frá. En það hefur verið ágætt veiði og vinnslan hefur getað gengið í þessum aðstæðum. En það er auðvitað óvissa líka því að við sjáum auðvitað fram á frekari skerðingu á humarkvóta og loðnubrest annað árið í röð. Og það hefur auðvitað áhrif líka. En vonandi náum við að nær sjávarútvegurinn að halda sjó. En hvað með skólahaldið sem að fer þó væntanlega færast í eðlilegri skorður fljótlega, það skiptir miklu máli? Það skiptir mjög miklu máli og við höfum verið heppin hér hjá okkur að því að árgangarnir eru nú svona með hentugra stærð. Þar eru í kringum 20 börn í hverjum árgangi þannig að skólastarf hefur nú haldist nokkuð vel stabílt svona meðan við víða annars þar og eru svona eldri árgangarnir sem hafa meira orðið fyrir þessu og mæta annað hvern dag í skólan en yngri börnin hafa nánast fengið fulla þjónustu svona 1. til 5. bekkur og leikskólan hefur getað haldið upp í starfsemi bara þurft að loka fyrir á daginn eða klukkan 3 til þess að geta staðið að almennilegum þrifum en stöðugleikinn hefur verið ótrúlega mikill í skólastarfinu og því ber að þakka skólastjórnendum fyrir bara útsjónarsemi í stjórnun og skipulagi. En þegar þú horfir á innviðina og hvernig samfélagið allt brást við þessu, hefur allt saman fungerað þokkalega? Já, það koma sem betur fyrir ekki mörg smitt og hafa ekki komið mörg smitt hér í sveitafélagið og mest hefur það verið undir í dreifbýlinu. En það hefur auðvitað fylgt þessu dálítið rask í kringum hjúkrunarheimili og heilbrigðisþjónustu, þurft að endurskipuleggja allt starf og skipta upp í vinnustaðnum. Þetta hefur haft svolítið mikið rask í för með sér þar einna helst, en við höfum alveg staðist til að álagið. En kúrfan þessi margfræga, hún á niðurleið en Víðir og fleiri þeir tala á fótboltamáli og segja að leiknum sé ekki alveg lokið. Nei, honum nú ekki lokið og við höfum verið að reyna að hvetja til þess hér að fólk haldi þolinmæði og haldi þetta út af því að nú líka farið að hlýna í veðri og
það eru svona meiri möguleika til útivistar og maður sér að krakkarnir eru aðeins farnir að slaka á, farnir að hittast meira á kvöldin og svona. En við erum að reyna að koma þeim skilaboðum áfram að menn eru ennþá á varðbergi og þurfa að vera það næstu misserin. Og við erum að endurskoða eins og humarhátíð og 17. júní og sjómannadaginn og þetta þarf alltaf að skoðast síðan í framhaldinu. Að það sé komið vor í lofti, þetta svona léttir á öllu, eða það ekki? Jú, það gerir það. Maður heyrir í fuglasöng og sér kríuna og sveimi og hrossagauk og þetta léttir lundina. En á móti verður þetta meiri áskorun að halda fólki við efnið. En sem sagt, fjarfundum hjá bæjarstjóranum á Höfn, þeim hefur fjölgað verulega. Já, þeim hefur fjölgað mjög og sömuleiðis ferðalögum við þetta. Það má ekki gleyma því að í svona starfi er maður oft á ferðinni og það er bara mikil tími sem sparast til það að þurfi ekki að vera á endalausu ferðalögum á milli landshorna. Þannig að fjarfundirnir hafa vel sanna gildi sitt og ég hef nú setið heilu dagana og fundum við fólk út allt land. Þannig að það er eitthvað held ég sem við getum tekið jákvætt út úr þessu ástandi að nýta betur tæknina.